hún á 3. ári og ég var hérna líka á 3. ári. Og voruð öll hérna síðast á mánudaginn. Var það gaman? Já. Ok, lærið eitthvað nýtt, eða kunnið þetta allt? Já. En ekki hvað? Heyrðu, við höfum stofuna til 10. Svo förum við kannski í smá leiki bara frammi á eftir þegar þetta er búið. Við byrjum á því að rúlla í gegnum fyrirlesturinn okkar. Þetta er fyrirlesturinn og hann verður settur bara inn í grúppuna ykkar á Facebook. Þannig að við erum ekki með neina minnislykla eða eitthvað svoleiðis. Heldur sækjum hann bara gegnum Facebookið. Það hefur alltaf verið opið fyrir Facebook held ég. Það sem við höfum komið. Verstafalli er að fá einhvern kennara eða nemynda til að logga inn fyrir ykkur. Og oftast virkar það. Oft er best að grípa kennara samt fyrst. Eins og í MFA þá er ekki tölvur í stofun. Þá koma kennara alltaf með laptop í stofuna þannig að þá verður að grípa kennara. En oftast eða ekki. Og í raun og veru þurfum við ekkert endilega að kenna fyrirlestur. Þið þurfum að koma efnum til skila. Ef þið eru svona mikið að pæla í einhverju kennslufræði og kunni að gera alls konar leiki eða spurningakeppni, þú veist, það er hægt að kenna þetta bara þannig að fólk downloada einhver app í símann sem er svona spurningakeppni og þið sendið spurningar út og þú veist, þið raðið alveg hvernig þið gerir þetta. En þessi fyrirlestur er mjög góður og hann er ekki bara út í hött, heldur er þetta tekið upp hérna frá Evrópska endurlíkunarráðinu. Þannig að þetta er bara fyrirlestur sem við fundum hjá þeim og þýddum yfir á íslensku. Þannig að þetta er allt samkvæmt nýjustu leiðbeiningum sem eru reyndar að verða úreltar eftir 1 mánuð. Þá koma alveg glænýjar leiðbeiningar, kemur alltaf á 5 ára fresti. Þannig að við uppdateum þetta bara í róleitunum þegar nýju leiðbeiningarnar koma. Og þetta byggir allt sem við erum að kenna hérna byggir á rannsóknum. Og það er rosa mikilvægt að við bara komum inn í tímann, kynnum okkur, við erum hérna frá Bjargráði, það er félag læknanema sem er að kenna skyndihjálp í framhaldsskólum. Og við erum bara, þetta er bara svona stutt kynning á aðalatriðum skyndihjálpar, þetta er ekki formlegt skyndihjálpar námskeið, þið fáið enga viðurkenningu, við erum ekki gildir skyndihjálparkennarar eða neitt svoleiðis. Ef þið viljið læra meira þá getið endilega farið á námskeið hjá Rauða krossinum. Og það er hægt að fara bara á skyndihjálp.is og ekki maður sé hvar næstu námskeið eru haldin. Og svo ef við fáum einhverjar spurningar sem við getum ekki svarað, þá erum við bara að viðurkenna það. Þá segjum við bara, veistu það, ég er bara á 1. ári læknisfræði, ég er bara að kenna hérna grundvallaratriðin, ég bara veit ekki hvernig á að bregðast við krampa. Eða hvað maður að gera ef einhver fær flog. Og ég veit það ekki. Þá í staðan fyrir að segja einhverja vitleysu, þá segir ég bara, veistu, ég er bara ekki alveg með það á hreinu. Þú getur bara að fara á skyndihjálp.is og þar eru leiðbeiningar um það á myndbönd og allt. Þannig bara benda fólki á skyndihjálp.is og skyndihjálparappi og svoleiðis. Við segjum aldrei neina vitleysu, það er aðalmálið. Ef við getum svarað spurningunum þá svörum við þeim, ef við getum ekki þá bara viðurkennum það. Já, líka benda þeim á like-síðan okkar, Bjargráður á Facebook og þeir líka like-a. Og og síðan náttúrulega bjargráður@gmail.com. Getum sendt spurningar. Þetta með að segja ykkur að þetta er ekki official námskeið, fá ekki viðurkenningu, þetta að sú raun er bara svona varnar með sér á móti Rauða krossinu. Þeir eru svona með official kennsluna, fólk borgar fyrir það, þannig við erum með þessu að við erum ekki að setja ykkur í samkeppni við þá, að einu leyti. Og við erum bara í mjög góðu samstarfi við þá og þeir hafa hjálpað okkur og við þeim og allt svoleiðis. En svo er eitt trikk sem við gerum eiginlega alltaf, það er að breyta uppröðuninni í stofunni. Það sem allir sitja við borðin sín eins og í venjulegri kennslustund, þá koma þau bara inn og byrja bara strax að deyja úr leiðindum af því að þau halda þessi að færa tíma í íslensku eða eitthvað. Þannig að ef maður tekur bara, setur stólana í U eða eitthvað svoleiðis, ýtir borðunum út við vegg, lætur alla setjast á gólfið eða upp á borðin eða eitthvað. Það breytir rosalega stemmingunni. En við nennum ekki núna með ykkur. Þið eru hvað sem er svo áhugasöm. Það er líka eitt, það er alltaf einhver sem tala langt mest. Þú veist, ef þú er bara allan tíma að læka eitthvað og svona, ef maður lappar upp þá stendur hjá manneskjunni. Það er hreyfing. Við erum komið með fleiri punkta um hvernig hægt er að fá þessa óþolandi manneski til að vera vilt þú vera fórnarlambið okkar í? Og spotta maður bara út, bara áður en að tíminn byrja, bara vá. Hún er pottþétt að fara að vera með vesen. Bara sér það á manneski. Sér lesa kennara líka. Bergþór hefur náttúrulega láta sparka nemynd út í tíma. Já. Þú með gera eitthvað góðlegt að grína einhverju manni sem er sofandi á fremsta bekk og bara allir að nema þú, þessu eru sofandi. Kennari bara Jón, út! Já, ég var sem sagt að tala hvernig veit maður hvort einhver sé meðvitundarlaus. Hvernig veit maður hvort að þessi hérna á fremsta bekk sé meðvitundarlaus en ekki bara sofandi eins og þessi hérna og þá er hann bara að sparka út. En allavega, þetta er bara svona formálinn. Bara að segja hverju eru, hvaðan við komið og þetta sé ekkert svona rosalega formlegt námskeið, heldur bara skemmtilegt og fólk megi spyrja eins og það vill og við reynum að svara, en getum ekki svarað öllu. Ok. Svo byrjum við leitt svona í kennslufræði, það var kallað kveikjur.
svona icebreaker til að kveikja áhuga fólks og þá getið þið, ef þið eru rosalega góða að leika, látið ykkur svona falla í gólfið með tilþrifum og sagt þá segir Steinunn eitthvað hvað ætlið að gera ef að komið að Bergþóri hann hefur bara hnýið niður. Þið vitið ekkert meira, þú veist, hverjir eru bara nákvæmlega með á hreinu hvað það ætla að gera. Hvað myndið þið gera? Hvað myndið þið byrja að gera? Tékka hvort það vandar, já, ok, hvað svo? Bringubeini. Hæ? Lyfta bringubeini. Já, einmitt. Fólk kemur með alls konar svona og svo segir eitthvað, já, tékka púls og segir, nei, þetta ekki, við komum að því nánar á eftir. Þetta er bara svona stutt til að, svona, fá fólk til að hugsa, hvað kann það og hvað kann það ekki. Og oft spyr ég líka í byrjun bara, hverjir hafa lært skyndihjálp? Hverjir höfðu lært skyndihjálp inni áður en að þið komu til Bjargráðs? Ok, flott. Svona rúmlega helmingurinn kannski. Einhverjir, hvað lærið þetta? Er einhverjir í björgunarsveit eða vinna í sundlaugum eða eitthvað? Rauða krossinum. Ok. Þannig að það er bara gaman að tékka á því, þú veist, hvað fólk og þá getur maður bara fengið það í lið með sér og jafnvel til að aðstoða sér að kann mikið í skyndihjálp. Oft segir maður kannski, þetta er bara, ímyndið ykkur að þetta sé kennarinn ykkar þið komið á honum. Hann er búinn að vera, ef kennarinn er ekki inni, þá segir eitthvað svona, kennarinn ykkar er feitur og hann reykir og hann er með of hátt kólesteról og sykursýki og hann bara mætir inn og fara að kenna einhvern hundleiðilega í íslensku tíma og svo hrynur hann í gólfið. Hvað ætlið þið að gera? En ef kennarinn er inni, þá farið það svona varlegar í þetta. Fólk vil sko, ef við setjum okkur svona niður á þeirra level, þú veist, við ímyndum okkur bara við séum líka framhaldsskólanemndur og maður segir bara svona ungt fólk eins og við, maður er ekki þið krakkar mínir, eitthvað svona, heldur maður er bara á þeirra level og reynir að tala svolítið þeirra tungumál. Þið eru náttúrulega nýbúin að vera í framhaldsskóla, þannig að þið kunni lingua því, bara með eitthvað úrreist. Það var líka eitt, þú veist, eins og með þetta að checka púls, að lifast ekki inn í þetta, eins og í bíómyndum það bara check the pulse og þú veist, þeir eru að gera á fálum stöðum og kannski benda á það, að benda á einhvern atriði í bíómyndum fólk er eitthvað, já, þú veist, þá fer að pæla meira í því svona, ekki bara hér og nú, þetta er svona út fyrir. Ef að púlsumræðan kemur upp þarna, þá grípi ég hana bara þarna og oft. En svo er líka hægt að fara í hana aftur þegar maður fer í öndunin, tékka öndun, þá segir maður bara af hverju ef enginn spyr, þá segir maður af hverju tékku ekki púls? Og þannig að þá spyr maður svona og einhver með svarið. Það er því að við erum bara ógeðslega lélegir að finna púls. Þú veist, þið getur bara að prófa á sjálfum ykkur, vitið hvar þið að finna til dæmis á hálsinu. Það er allir í bíómyndunum einhvers staðar hér, en í raun og veru þá finnum maður bara barkann og fer það rétt til hliðar. Þá ætti maður bara dettið til hliðar barkann og þá ætti maður að geta að fundið púlsinn. Þannig fólk veit ekkert hvar það á að finna púls. Svo þegar maður er stressaður, og allir orðið stressaðir einhvern veginn, þeir eru að fara í erfitt próf, inntökupróf í læknisfræði eða þeir eru að fara að syngja á tónleikum eða keppa í íþróttum, úrslitaleik eða eitthvað svoleiðis. Og þá verður maður ógeðslega stressaður. Hvað gerist þá? Adrenalínu fer út í blóðið, hjarta fer á fullt að pumpa og maður finnur bara hjarta hamast og þá getur maður fundið bara sinn eigin hjartslátt í fingrunum. Þannig að ég myndi bara taka púlsinn á þessu borði hérna og væri bara, vá, það er bara dúndrandi púls. Þannig að þó að manneskjan væri hjartastoppið, þá getur maður fundið bara falskan púls. Af því að flestir verða stressaðir ef þeir koma einhverjum í hjartastopp. Ok? Renna yfir markmiðin. Það er raun og bara þessi 4 atriði. Meta meðvitundarlausan einstakling. Er hann meðvitundarlaus og í hjartastoppi eða meðvitundarlaus og ekki í hjartastoppi? Eða hann kannski bara með meðvitund, bara sofandi eða eitthvað svoleiðis. Kunna hjartanóðið og blásturinn og geta notað stuðtæki. Var það í andskotin? Jep, af því ég fann það ekki uppi sko. Ok, stuðtæki okkar er tínt. Frábært. Nei, það er bara ótilgreindur stað. Já, kynnt og ótilgreindur stað. Þetta er líka fínt fyrir ykkur sko, sama hvað þið segið til þess að þetta bara það sem við erum að koma frá okkur. Þetta er líka fínt bara svona checklist fyrir okkur bara þetta ætlum við að gera. Og af hverju erum við að kenna þetta? Það er bara því þetta bjargar mannslífum, það er ekki spurning. Þú veist, það að kæla brunasár, sjúklingnum líður aðeins betur og kannski minnka þú veist, er hann eitthvað pínlítið fyrir að jafna sig og alls konar svona setja plástur á báttið og eitthvað, þú veist, það skiptir ekki öllum máli. Þetta eru atriði sem bjargar mannslífum, þetta eru aðalatriðin og þess vegna kennum við þetta. Hérna sýnum við oftast myndband sem að þið hafið örugglega mörg séð. Hafa einhverju séð þetta? Þetta gerum við svona, þú veist, til að hafa kennt þetta skemmtilega lifandi og aðeins að það verði ekki bara ástæða þurft. Ertu með hljóðið? Já, ég með hljóð.
My name is Vinnie Jones, and I'm going to teach you a lesson you'll never forget. There are times in life when being tough comes in handy. Say some geezer collapses in front of you. What do? We need a volunteer that ain't breathing. Here's one I made earlier. First thing you do is you check him over. If he ain't responsive or he ain't breathing, or he's making noises like this, then his heart will stop working, he's having a cardiac arrest. Look lively. First call 999, then you do hands-only CPR, and no kissing. You only kiss your missus on the lips. Watch. Lock your fingers together, knuckles up, then push down, right on the sovereign. Push down 5 or 6 centimetres. That's about 2 inches in old money. Push hard and fast, about 2 times a second, like to the beat of staying alive. Worried you'll hurt him? Better a cracked rib than him kicking the bucket. Keep this up till the ambulance arrives. So don't forget, check him over. Call 999, push hard and fast to staying alive. It works. Hands only CPR. It ain't as hard as it looks. If you want to come in handy in an emergency, why not sign up for one of our heart stuff? Ok, bara mikilvægt ef maður ætlar að sína svona myndbönd að vera búinn að finna til myndbandið og þú veist, lótaði og slökkva á hana sjálfvirkan spilarann, þannig að það er ekki eitthvað annað myndband í gang. En þetta er yfirleitt bara, hvernig finnst þetta skemmtilegt. Aðtöða hljóðið líka. Já, aðtöða hljóðið. Það er alltaf mikilvæg punktur. Svo er hérna af hverju erum við að þessu. Hverja einustu mínútu er einhver sem er í hjartastopp einhvers staðar í Evrópu og það að beita greina hann sé í hjartastoppi, hnoða og blása, eykur lífslíkurnar hans allavega 2-falt eða 3-falt. Allt annað sem er gert, þú veist, lyfjagjöf, einhver svona flókin meðferð, setja túbu niður í hálsinn til að anda fyrir fólk og kæla það niður og gjörðustu og eitthvað svoleiðis. Það bætir lífslíkur annarkvort ekki neitt eins og lyfin, það hefur aldrei sýnt að þau bætir lífslíkur neitt eða ofboðslega lítið. Þetta er stóra atriði. Það er að greina stoppið, hnoða og stuða. Og þess vegna er þetta mjög mikilvægt og flesti geta að lifa af. En almennt þá er það þannig að langflestir sem fara í hjartastopp deyja. Þetta er bara rugl sem er alltaf í bíómyndunum og í sjónvarpsþáttunum. Það er bara þannig að fólk fer í hjartastopp, svo er hann hnoðað í smá stund og það bara vaknar það. Og yfirleitt vaknar það ekki nema að sé stuðað. Þannig að þessi tala, þú veist, 60% komin í það, 60% af mjög fáum í rauninni. Þetta er ekki 60% ef við erum með 50 manns eða hjartastopp og þú hnoðar að 25 komast lífs af, heldur þú veist, komast kannski 3 í staðinn fyrir 1 eða eitthvað. Þetta er ennþá mjög lítil tala, en getur munað mjög mikið. Svo er þetta bara keðja, og eins og allar keðjur þá erum ekki sterkari heldur en veikasti hlekkurinn í keðjunni. Og hérna er búið að bæta því svona hlekk fremst að greina að þekkja einkenni þess að einhver sé að fá hjartaáfall, þekkja einkenni þess að einhver sé að fá heilablóðfall eða sé í blóðsykurfalli, astmakasti eða eitthvað svona mjög alvarleg veikindi. Greina það fljótt, hringja strax eftir hjálp áður en hann fer í hjartastopp. Ef hins vegar við lendum í því að manneskjan fer í hjartastopp, þá þurfum við að vera fljót að hnoða og þá erum við að kaupa tíma. Af því að heilinn okkar þolir ekki að vera án súrefnis lengur en svona 4 mínútur. Þá byrja heilaskemmdir að eiga sér stað, hægt og rólega og með því að hnoða hjarta þá erum við að dæla smá blóði upp til heilans og kaupa tíma. Þannig að við erum í raun og veru að venda, hérna er sýnt hjartað og heilin, við erum að venda heilan. Svo er það stuðið, það kemur hjartanu í gang aftur. Þannig að hnoðið, kaupi tíma, stuðið kemur hjartanu í gang aftur. Og það er ekki hægt að stuða á alla takta, eins og við sjáum hvað er þetta, Greys og þessum þáttum. Það er svona monitor og kemur svona, kemur svona útslag, ég var að tegna það núna hjartalegri, kemur svona útslag á monitorinn. Svo þegar fólk er farið í hjartastopp, þá kemur bara bein lína. Og þá er einhver sem að stuða bara á alveg beina línu og kemur hjartan í gang aftur. Það virkar ekki. Hins vegar ef það er eitthvað svona í gangi á monitornum, eitthvað svona mjög óreglulegt, þá getið þið stuðað á þetta. Þetta er í raun og veru þannig að með stuðinu þá er maður að fá allar vöðvafrumurnar í hjartanu til að dansa í takt. Það er allar bara einir að draga saman hér og önnur hér og þú veist, hjartað svona titrar. Og það er ekkert nóg til að dæla blóði, en með að stuða þá bara segir maður, heyrðu, nú byrja allir að dansa í takt hérna og þá fer hjartað að dæla blóði á effektívan hátt. Ef maður er með svona
alveg beina línu, þá er sjúklingurinn eiginlega pottitt að fara að deyja, en það þýðir allavega ekkert að stuða, en maður getur reynt að hnoða og blása. Þetta er svona, eins og tölvuðan er, þegar þú ert að gera eitthvað tölvunni eins og frísún, þú ýttir restart. Ef þú slökkt á tölvunni, þýðir ekkert ýttir restart. Já, þetta er svipað, það er góð samlíking. Og þetta er eitthvað sem þið þurfu ekkert endilega að útskýra, en það er bara allt í lagi fyrir ykkur að vita. Þetta gæti einhver spurt þetta er eitthvað sem fólk hefur alveg heyrt, en ekki mikið. Því stundum segir tækið manni ekki stuða. Þú veist, tækið greinir taktinn sjálft fyrir okkur og segir okkur hvort að það ákveður að stuða eða ekki. Komum betur að því með AED-tækið. Þú getur aldrei óvart stuðað. Svo þegar manneskjan er komin í gang aftur, þá er ekki bara, ef allt búið, allir fara heim og bara gaman, halda partí af því að manneskjan lifnaði við. Heldur þarf hún að fara á spítala, fara á gjörgæslu, stundum manneskjar kæld niður, muni eftir stráknum sem fór í lækinn hana í fyrra. Hann var kældur niður, það vendar heilan aðeins. Ok? Þetta er svona prótókollin sem við vinnum eftir. Byrja þessi tryggja öryggi, kanna viðbrögð, kalla hjálp, opna öndunarveg, athuga öndun, hringi 112, svo hjartanóð og blástur. Þetta er 8 atriði og þú veist, röðin skiptir ekki alveg öllu máli. Þú veist, ef maður myndi hringja áður maður opnar öndunarveginn og athuga öndunina, þú veist, þá bara segir neðarlína við ykkur. Hér ertu búin að athuga öndunina og opna öndunarveginn, þú veist. Þannig að þetta er ekkert svona heilög röð, en samt fínt að kannast við þetta. Við förum ekki í einkenni á hjartaáfalls eða neitt þannig. Það er rauninni fyrsti punktur sem var náðan í hlekknum, við förum ekkert í hann. En fólk getur kynnt sér það bara á netinu á skyndihjálp.is eða eitthvað slags. En fyrstu 3 punktarnir er eftir það sem er langt mikilvægast. Það er bara, þú veist, tryggir öryggi, kanna viðbrögð, kalla hjálp. Þeir segja, þú hringir 112, ég get gert allt hitt, eða lepið þér gegnum allt hitt. Þannig fínt að leggja áherslu á það að þú þarft í rauninni ekki gera annað en að